Ég ætla að sýna ykkur hvernig við setjum inn og þak og hvernig við stillum uppbygginguna, þessi efnisfali, efnisþykktir. Það er ekkert ósvipað eins og við veggjum og gólfið sem við farið í áður. Og smá tips um það hvernig við setjum þakkant á húsið. Húsið lítur svona út hjá mér orðið. Það sem ég ætla að gera, ég ætla að fara hérna í bráðisbrásinu og fara hérna eitthvað sem heitir þak. Og þá áttum við að sjá hérna niður. Ef ekki, þá var þetta öndileg hérna sem það var að stilta. Bara segja að það sé stilt á properties, öndileg, range-based levelin. Og það sem stiltur á hæðina fyrir neðan. Í þessu tilvíkar það hérna fyrsta hæðan. Og sjáuð útveggina á fyrstu hæð. Svona. Og hvernig þú sé, við erum alltaf með gríti og eitthvað líka, þannig að það er svona viðmiðið, máglínunar, það eru alltaf viðmiðið fyrir húsið. Við förum í arkitektúrflýtpan og hérna er eitthvað sem heitir roof og það eru nokkru möguleikar sem við fáum. Roof footprint, þá teiknum við bara eins og við viljum að gera í grunnmynd. Og svo extrusion, þá var þetta að teikna eftir einhverju formi. Sjá hérna myndbandinu. Og svo rúpa face og þá er búið að búa til einhver massa sem hættir að smetla á og hún býr til þakið eftir því formi. Og síðan ætlum við að skoða eins og eftir líka hérna fascia sem er þakkanturinn. Og sýnum kannski götturinn sem er þakrennan. Og soffis er það klæningin undir. Við ætlum að byrja að segja rúpa footprint. Smertum á það og þá förum við þennan ham hérna, svipið eins og við vorum að gera gólfið, við förum ykkur teikni ham. Og við getum koma dyrningar upp hérna sjáðu, það er eitthvað sem heitir define slope, sem þýðir það að ef við teikna núna til dæmis þessa hérna þaklínu, sjáðu þá kemur hérna lítil ör hérna. Og hún segir ok, þessi hérna lína, hún er eitthvað sem að þakið hallar, þetta er neðri búin á þakinu og frá þessar línu hallar þakið. Þetta er einnig. Og svo ætlum við að teikna aðra línu hérna hinum megin, bara hérna beint á grítinu. Svona, og ég hef það líka í einhverjum hallar sem við erum að vinna með, það var 12 gráður svona. Og svo ætla ég að teikna við gaflinn og þá teikna ég afturlínu og afbaka það þannig hérna, define slope. Svona. Svo ætla hérna og hérna. Og ég ætla svo að íta á finish og sjá hvernig það lítur út saman. Finish edit mode. Svona. Og ég kíki á þrívíddarvjóið mitt. Og kemur þetta svona út. Já, svona þakið það vinnur þannig að neðri brúnin á leveli hérna er þak og það er base offset 0. Því það að þetta hérna er neðri brúnin á þakinu. Það er eftir að vita. Ég hef gerst aftur á móti þess að finnstilla þetta. Ég get alveg mælt hérna upp og sagt ok, það er einhver ákveðin fjalla og það vera mínus offset. Ég nota hérna bara einfallega move, skipna. Fyrir þetta move. Tekinu mænin og færi mig niður á línuna. Það þýðir það að ég er komið með base offset er mínus 844,5 og sem svona ágætt. Þannig að efri brúnin á þakinu þá 3300 sem er ágætt að vita það þegar maður getur að vinna einhverja svæðar sem ágjöfurinn að svo hátt. Og þannig er bara að handkeyra þakinu yfir. Við hefðum getað farið í útluti eitthvað og mælt þetta. En gerum þetta svona. Síðan aftur á móti síðan sjá að veggirnir, þeir náttúrulega eru einhver samræmi við hvernig þakið er, stendur bara upp úr. Og það sem við gerum núna ég ætla að ljóma alla útveggina, held henni control, eða ég get líka hægri smett og satt hérna Selector, það er búin að velja alla þessa veggi sem er í þessu viewi. Og ég ætla að íta hérna attach topics. Og það sem hún gerir þá, smelli hérna þakið, að þá sker hún sig við þakið, allir veggina. Ég ætla að gera þetta líka við innveggina, og halda henni control
Það stopp base og smetla svona. En það er ekki þakkanturinn, það er sett ekkert, þakið er ekki að skaga út fyrir veggina. Ég ætla aðeins að kíkja á þetta. Sérðu, ég vil ljóna þakki aftur. Kíkja hérna á edit footprint. Og þá fæ ég línuna. Og það er náttúrulega svolítið vont að vera að vinna í 3D svona vissi hluti. Þannig að ég fer hérna inn í þakvjúið mitt aftur. Og hérna getur tekið og ég einfaldlega dreg þessa línu út hérna, segjum bara 300. Og sama hér. Dreg allar línunar út og sjá það kemur hérna tímabundin málsending sem þú getur slegið líka. Svona. Og ef hún er ekki að ná að veggina, ef hún er eitthvað annan þar, þá getur við smellt á sig á litla punkti sem er hérna og þá fann að miða við eitthvað annan hluta af vegnum. Nú erum við innanveru, áanveru í miðjunni, smelli aftur og gaf þetta einhverjum nýtibrúna. Og þá getur ég slegið hérna inn lengdina sem ég vil hafa. Finish, ok. Kíkjum á 3D okkar og þá lítur þetta svona út. Uppbyggingin á þakinu aftur á móti. Það er samskonar eins og er í veggjum og gólfum sem við vinnum á þau. Förum hérna í edit type. En sjáum líka að það eru til fleiri gerðir hérna. Warm room timber. Smellum á það. Og þá breytist gerðin hérna. Þú getur skoðað hérna uppbygginguna. Edit. Þetta er út af því að það er previewer. Hvað er því? Ég ætla að skoða hérna edit type og hérna sjáum við þetta er allt á. En sko við ætlum að stilgreina þetta eins og við viljum hafa þetta. Og svo gefum við þessu íslensk heiti og kannski þyktina sem við viljum hafa. Það fyrir að hafa eitthvað viðmið. Og það er hérna, svo. Við förum alla leið í þessu og tökum hérna bárjárn efst. Svo kemur þakpappi og borðagræning. Svo kemur ykkur þaksperra hérna, 225 sem er 50. Og það er rakasperra hérna undir. Og ég kannski ákveða að sjá þá bara þetta hérna. Já, og hérna undir er þá lagningrind. Undir rakasperrunni og svo loftagræning. Notum þetta viðmið. Ég ætla þá að útbúa efnið. Þannig að það er þá fyrsta er finish, við erum ekki með allt sem við getum svo sem membrant layer hérna. Membrant layer hérna. Við ætlum að hafa hann innan á. Og byrjum hérna á þakjárninu og ég leita hérna bara stíl. Bara metal deck, það er ágætt. Ok. Já, fyrirgefðu, ég ætla að duplicata þetta. Sorry. Duplicate, þetta bara járn. Hérna tyktin hefur ekkert að segja hún hefur að segja hérna. Þetta er tyktin þá. Svo við finnum hérna er bárjárn. Og svo kemur ykkur membrant layer hérna sem er þakpappi og roofing BTM hérna er ágætis. Ég segi hérna duplicate og segja þakpappi. Ok, þá er hann kominn og svo kemur ykkur termar við erum ekki með það heldur erum við með segjum bara substrate hérna og við erum með úti við vorum búin að búa til hérna einhvern tímann tilbyggjum lektur hérna duplicate
og þess að köllum þetta bollaklæðning. Ok, hún 25. Þá erum komin báriefni, þakbakka, timbur, lertur og svo ætlum við bara einfallega að taka eitt hérna undir sem heitir struktur sem heitir sem sagt timbugrind einangrunarfyllt og notum það bara og eyðum út þessum hérna delete og í þessu tilfelli timbugrindin hvað þykk og hérna 225 átti að vera og síðan kemur hún neðan, það með bara hliðin hérna og við vorum búin að búa til rakasperra eftir mann, þannig að við getum bara að leita að henni, rakasperra ok og svo vantar meira, það vantar ding þannig að hérna ætlum við að segja aftur segja bara substrate, þetta sem ákveðin og aftur með hérna timbur grundlagna, það var búið að búa þetta hana til 37 til dæmis og síðan kemur hérna finish material það var hérna og það ætti að vera þá klæning eða loftlagklæning eða bollaklæning eða ég ráði hvað við hérna hvort það klæningu eða gifs eða hvað hafið og það eitthvað þykkt af því efni þá ekki nöðin upp í svona og þau sjáu það hérna rétt röð á efni, hæsta talan yst og lægri talan því nær sem það dregur kjarnanum. Það bara ok og þá komum við þar sem lítur svona út og það breytist náttúrulega strax hérna í mótunin í okkur. Síðan eitt smáði viðbót sem svona klára þetta, við förum hérna rúf aftur hérna og það þetta hérna sem heitir rúf fascia sem sett kanturinn og við smelli hérna á það kantinn og kemur hérna einhver það kantar að hringinn gallið við hann að hann í ákveðinni þykkt hérna og þeir sjá hérna eru til mismunandi gerðir þannig að við kunum velja hérna alveg 19 til 286 og þá var hann þykkari. Svo líka hægt að setja inn niðurfall eða þessar göttir, þakrennu og vantarlega kemur hún hérna utan á sikkur megin þar sem að þakhallinn eða ekki. Látum þetta drífa hérna í bili. Þannig.